Halló og verið velkomin í nýjasta myndband mitt þar sem ég ætla að sýna ykkur þessa hér förðun. Þetta er bara nokkuð einfalt look sem hægt er að para við alls konar varalitir, nota alls konar liti og fer öllum vel. Og já, endilega haldið áfram að horfa ef þið viljið sjá hvernig ég náði þessar förðun og takk fyrir að fylgjast með. Bæjá! Ok, ég ætla að byrja að taka hárið frá andlitinu og ég er að nota aðra linsu en vanlega. Ég er að vona að þetta komi vel út því þessi er miklu betri gæði en það er smá vesen með fókusinn. En við pröfum þetta bara. Ég er búin að setja mér rakakrem eins og alltaf og ég ætla að byrja á strókkreminu frá MAC. Því að farðinn sem ég er að fara að nota eftir er frekar mattur, þannig að ég vil fá aukinn ljóma með strókkreminu. Því að mér finnst alltaf húðin mín þurfa að ljóma svolítið, annars finnst mér ég ekki vera ég sjálf. Ég nota strókkrem yfirleitt bara yfir allt andlitið, allan því að nota á mig. Og ég alveg nutta því í húðina eins og ég sé að nota rakakrem. Eins og ég sé að það gefur þetta ótrúlega fallegan ljóma. Ég alveg elska strókkrem. Sorry ef birtan er alltaf að breytast, svona er það bara að búa í Íslandi og taka upp í dagsbirtu. Ég á ekki pening til að kaupa mér ljós, þannig að whatever. Ok, þá ætla ég að setja mig farða. Eins og ég segi þá er hann nokkuð mattur sem ég vil nota í dag, en það er þessi hér, Double Wear frá Estée Lauder í litnum 1N1 sem er ljósasti gulu liturinn. Og hann þekur ansi vel, en af því ég er með strókkreminu undir þá kemur meiri ljómi og ég ætla að nota beauty blenderinn til að blanda hann út, þannig að hann verður ekki alveg jafn svona þykkur á húðinni. Því að ég fíla ekki svoleiðis á sjálfri mér, en ég byrja á því að setja bara á helminginn andlitinu því að þá get ég verið alveg 100% að því að ná að blanda honum út af hann tóttar. Og dumpa honum inn í húðina. Ég fengi spurningar í sambandi við beauty blenderinn hvernig ég læt hann virka fyrir mig. Fyrst er ég alveg að byrja hvernig er ekkert að láta hann virka, hann er auðveldastur í heimi. En svo sá ég vinkonum mín að pröfa hann í fyrsta skipti og ég sá að það var bara verið að svona draga hann. En það sem að virkar er að einfaldlega nota feita hlutan á honum og einfaldlega bara dumpa endalaust. Þá sér hann alla vinnuna fyrir, þú þarf bara að dumpa. Það er ansi langt síðan að ég tók upp myndband. Ég er greinilega ekki með þetta YouTube þeng í mér, en ég er að reyna að standa mig betur. Ég lofa að reyna að standa mig betur. 1 vídeó á mánuði. Það er lofar sem ég get staðið við. Ok, þá ætla ég að hylja og ég ætla að nota MAC Pro Longwear Concealer í litnum NC15. Set hann bara hérna á hendina mína. Undir augun. Og blanda bara aftur með beauty blenderinn. Hann blandar öllu fullkomlega. Ok, þá ætla ég að setja heilarann minn og ég ætla að nota hérna busta, þetta er frá Morphe M509 og ég ætla að nota Laura Mercier Secret Brightening Powder. Set bara smá af því hérna í busta minn og takk af og set undir augun. Það birtir svona smá til sem er mjög næs. Svo ætla ég að setja smá á hina staðina þar sem ég setti heilann. Þá ætla ég að setja smá lit aftur í andlitið mitt og ég tek 187 bustan frá MAC, 105 busti og uppáhalds sólapúðrið mitt sem er þetta hér, NARS Laguna, og að því ég bara að gefa mér lit núna, ekki skyggja, þá setja ég það bara mjög létt svona eiginlega ofan á kinnbeinin. Þar sem sólin myndi náttúrulega gefa mér lit.
Kinnaliturinn sem ég ætla að nota er frá Bobbi Brown. Heitir Desert Pink og er númer 18. Hann er mjög svona sætur. Og ég ætla að nota hérna Sigma F55 sem er svona lítill dúa bursti. Ég nota bara rosa lítið og set hérna á eplin. Mjög svona náttúrulegur litur. Núna er það uppáhaldið mitt, highlighter. Ég ætla að nota svona blautan highlighter í dag og þessi hér frá Becca í litnum Opal er æðislegur og ég ætla að nota beauty blenderinn til að setja hann á. En ég set hann sem sagt bara hérna á kinnbeinin og eins og þið sjáið vonandi þá gefur þetta ótrúlega fallegan ljóma. Og ég setja svona eiginlega í sé, þú veist. Fer alveg með upp á augabrúnarbeinin. Niður nefið. Hér. Ég ætla að gera augabrúna mína núna og ef þið viljið sjá hvernig ég gerir það, þá er ég með augabrúnavídeó. En já, við sjáumst eftir smá stund með augabrúna. Ok, augabrúna eru aðeins sterkari en vanalega, en svoleiðis gerist bara stundum. Ok, ég ætla að setja með primer og ég ætla að nota hérna Groundwork Pink Pottið frá MAC sem er svona einhvern veginn fallegur litur. Og ég nota alltaf bara puttann þegar ég nota Pink Pott allan á sjálfa mig og setja yfir allt augnlokið. Síðan tek ég bara svona, þetta er Deluxe Crease Brush frá Real Techniques sem er svona góður hringlóttur blöndunarbursti og allt bara aðeins að blanda út bara þannig að þetta sé alveg perfektó. Tek ég svona bursta, ég meina ég nota ekki þennan endilega af ákveðinni ástæðu en það er ekki nafn á honum lengur, kannski það farið af. En allavega var þetta þarna í NYX Pix settinu, getur það ekki verið, held það. Og ég ætla að taka smá undir augun. Næst ætla ég að taka Uninterrupted augnskuggann frá MAC sem er einn af stóru augnskugganum, það er einn af, ég held að þetta er Pro Eclipse og það er þessi hér. Og ég ætla að nota E35 til að blanda því, ég bara svona setja þetta í kringum Pink Pottið og svona eiginlega yfir það bara. Svona skrítinn litur en hann er ótrúlega fallegur á augunum. Ég vil fá svona smá glitur á mitt augnlokið og til þess ætla ég að nota þennan hér. Þetta er frá YSL og heitir Full Metal Shadow. Þessi er í litnum 4. Þetta er mjög cool vara og hún endist á augnlokunum allan daginn. Bara, hún endist rosalega vel. Ég voru að setja smá hérna í miðjuna og blanda út með puttanum. Gefur bara svona smá líf. Ég sýndi þennan einmitt daginn þegar ég var að pröfa fyrsta skipti á, sýndi ég ykkur á hérna Snapchat. Og já, ég alveg er fallin fyrir honum og notar svolítið mikið. En þið megi endilega adda mér á Snapchat. Ég er búin að vera mjög dugleg þar. Og síðast en ekki síst fyrir svona augnskuggadót þá ætla ég að taka MAC 219 bursta og Shimma Shimma frá Makeup Geek sem er bara mjög góður highlight litur. Setji hérna inn í innri augnkrok og smá undir augunum. Ok, þá ætla ég að setja með maskara og ég ætla að nota Grandiose eins og alltaf og af því ég ætla að setja með gerviaugnhár þá ætla ég ekki að krulla augnhárin mín. Ég veit að allir eru búin að vera að biðja eyeliner-vídeó. Ég er bara ekki mikil eyeliner-týpa þannig að ég veit ekki alveg hvenær ég mun taka upp svoleiðis vídeó. Ég mun gera það einn daginn
það fer mér bara alls ekki vel að vera með spís að mínum mati. Ég er mjög þung augnlok og ég veit ekki, ég vil frekar bara sjá hvað er á augnlokinu mínu heldur en bara eitthvað spís. Varaliturinn sem ég ætla að nota er frá LA Girl og er einn af svona liquid lipstick svona sem eru rosalega mikið í tísku núna en lítur svona út. Heitir LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss og þessi er litnum Obsessed sem ég finnst klikkaður. Ásýndinu lítur svona út og mér finnst hann fullkominn. Það er mjög auðvelt að setja það á. Ég nota ekki varablýant með svona liquid lipsticks nema liturinn sé rosa ljós því að þá finnst mér gott að gefa þér aðeins línu en annars finnst mér það bara ekki þurfa. Halló, þessi litur er bara svo fallegur. Þannig meiri kynnalit. I think so. Tökum Snoways Luminoso á samfyrsta og ég setti kynlitin á áðan og bara okkuponsu á kynlitnar. Aldrei of mikið kynlit. Svona, en ég ætla að henda með augunum og þau sem ég ætla að nota eru 217 frá Red Cherry. Mér finnst þau mjög falleg og náttúruleg. Þau fara flestum ansi vel. Ég á alltaf 217 í augnháskófinu minni og ég nota þau rosa mikið á kúmna því að mér finnst þau bara vera ansi fullkomin. Og ég er að nota House of Lashes límið eins og alltaf. Lít niður. Setja á í miðjuna og síðan setja ég hérna í endan og síðan í innri augnkrok. Tada! Þannig er þetta með gerviaugnhárum. Þetta er í rauninni voðalega einföld förðun en hún mun haldast á allan daginn og er svona hentar fyrir allskyns tilefni. Þannig ég segi bara takk fyrir að horfa, vonandi séu þið í næsta myndbandi. Endilega skildu eftir hugmyndir, svona vídeóhugmyndir fyrir neðan í kommentunum. Mér langar að vita hvað þið viljið sjá. Takk fyrir að horfa og við sjáumst.